Jæja, ég blæðir í síman og leikurinn að byrja. Og það KFÍ sem á boltan, Þórir tekur boltan inn á hliðarlínu. Panse með boltan, Panse í þrist, hætti við, jú, verið þrist og hittir. Fallega gert hjá honum. 39-54. Það var fallegt, Róbert. Þarna var minn maður bara frekur og sagði komdu með boltan, ég vil fá hann. Staðan er 48-42 fyrir Blika í hálfleik í Smáranum á móti Tindastól. Gott hjá Breiðablik, áfram fyrsta deild. Við hérna erum aðeins svona að vakna til lífsins held ég. Panse dræfar, þetta er alla leið og skorar. 41-54. Já, það er ekkert smá hamskipti á strákunum. Við fórum niður í 27 stig. Erum búin að vinka þetta niður í 13. Það er allt annað að sjá strákana. Joss. Lilla sending og við náum boltanum. Svona á að gera þetta. Það verður að spila vörn núna. Glæsilegt. Birgir, Bojan, Róbert. Róbert dræfir inn. Óöfinn. Óöfinn. Vel hugsað. Panse! Panse! Upp! Já, ég var aðeins að fá öskra hérna. Ég var að reyna að minna hann Panse á að Bojan er 2.08. Ekki 1.60 og hún finnst mér þægilegt að fá hann í svona 2.80. En það er gaman að sjá þetta, það er líf í strákunum, þeir eru búin að taka sig á hérna á fyrstu mínútunni í seinni hálfleik, búin að skora 5 stig gegn engu, staðan 41-54, K með 13 stig fórustu, en á tíma voru 27 stigum yfir, þannig að þetta er aðeins að skána. K kemur upp, Afi og Afi. Og Afi gerði það bara allt sjálfur og skoraði. Skarpiðinn heldur ágengur á Róbert. Kannski að miskilja það þegar Benni sé að spila þétt. Þá hann ekki við að fara og klæða sig í gallan hjá andstæðinum. Heldur bara svona aðeins að veita honum pínleyslega svona. Úps, mist með þetta hérna. Bara að horfa á annað. Panse. Og Panse fær dæmt þessi sóknaröllu. Já, þetta er hárrétt. Hárrétt hjá honum. Björgum þetta algjörlega tæru. Panse alveg hárrétt. Ítti stjakaði sóknarmönnum til þess að fá skotið. Það má ekki. Afi kemur upp. Fallegt, mjög fallegt. Þarna ekki við Joss vel, brýtur sig frá leikmanninum, kemur sér góða stöð undir korfinu, hör boltan og skorar auðvitað. Falleg sending hjá Helga Má. Birgir Björn. Panse kemur sér fram hjá. Kemst í skotstöðu, hittir ekki. Óöfinn. Helgi Má geist upp öllin. Skarpiðinn hætti við. Pálmi. Birgir, þetta var nú kannski aðeins, aðja. Hann vildi ekki láta hann skora, það er allavega gott. Birgir Björn með 2 villur. Braut og Joss, drossi á víta línunni. 17 stiga munur, 41-58. Joss hittir ekki fyrra. Seinna skotið. Feroni. Birgir Björn og Þórir. Þórir upp. Pálmi kemst í boltan. Slæðir hann út af.
Þóri fær boltan inn í liðlínu. Gefur á Róbert. Róbert á móti Afi. Fallega gert. Bojan fer inn. Auðvitað fallega sending. Svona á að spila þetta. Nákvæmlega sem maður er að tala um. Stóru strákarnir að henda boltan á milli sem auðvelt karfa. Afi fyrir upp. Ætlar að gefa mjög fancy sendingu í Stóks, en þeir koma samt í boltan. Afi í frist. Fristur ekki. Birgir Björn með frákvæmsti sjálfsögðu. Gefur á Panse upp. Á Bojan. Fallega gert. Snildar sending. 45-59. Þetta er allt annað að sjá. Og Róbert fyrir boltanum þegar þeir falla leið sjálfur. Fristur ekki. Panse er boltanum. Og skorar. Aðal lagið. Now we're talking. Og Josh hendi boltanum beint út af. Þetta er gaman að sjá. Þetta er allt annað að sjá. Sendingar, hreyfing, vörn. Algjör snill. Tólstig, 47-59. Það eru margir sem myndir vera mjög óánægðir að vera 12 stigum undir, en alls ekki ég eftir hvernig við byrjum. Við byrjum hörmulega í leiknum. Og KR-ingarnir komast 27 stigum yfir. Við erum múin að minnka það. Við viljum alltaf vera elta andstæðingarna. Það virðist vera svona trademarkið á KFÍ. En svei mig þá. Við erum að spila virkilega við þessa mínútur. Nú bara að halda þessum uppdregna hætti. Það má ekki gleyma því að þetta eru Íslandsmeistararnir sjálfir og þeir eru með valið mann í hverju rúmi. Það er gríðarlega sterkt lið. Ég vil meina það að á góðum degi þá eru við bara alls ekkert verri. En hins vegar verðum við að mæta tilbúin til leiks. Og við vorum ekki alveg tilbúinir þegar við mættum við það. En það er allt annað að sjá til þessi svona. Róbert kemur upp. Róbert fer alla leið. Það er fallegt hjá honum. Dræfar upp og skorar. 49-59, 10 stig. Já, svona er þetta. Nú eru KR-ingarnir farnir í það hlutverk sem við vorum í án. Við missum boltan. Klauvalegt. Ekki því að segja, Þóri fær villu. Tapaði bolta báða búa. Ég ætla bara að segja það, við varum farnir yfir í það að spila aðeins meiri vörn og láta KR-ingarna henda boltanum í hendunar á okkur og það hefur verið að virka. 350 búnar af þriðja leikhluta, þannig 49-59, 10 stig. En þetta er það sem við verðum að passa okkur á. Þetta er gríðarlega duglegur strákur, Afi, og hann kann sitt fag. Og það vantar eiginlega hjálpavörðina þegar hann kemur að stíga upp fyrir hann. Róbert kemur upp. Gefur á Panse. Fallegt Panse. Panse er að spila gríðarlega vel. Og er Bojan, lækir á korfinni. Og nei, auðvitað. Þarna þekkjum við stóra strákinn okkar. Og Afi. Hann er alveg frábær. Hann svarar að bragði. Hann er allt í öllu á KR, heldur þeim við efnið. Leikstjórnundurinn hjá þeim. Bojan, Birgir Björn. Panse, Bojan, nú er boltinn, láta ganga, þetta er málið. Þóri með þrist. Nei! Auðvitað! 54-63. Algjör snill. Svona að spila. Nú er Gauja ánægður, sveita konan á söðlunum. Afi, Josh, Birgir Björn að spila góð þarna, Josh. Afi tekur þrist, hittir ekki. Skarpinn hóta hætti við Helgi, Afi fær boltan aftur. Já, ég er búinn að segja það, Birgir Björn er búinn að spila skínandi vörn á Josh.
En Þristur. Já, þeir ekki, þetta er eitthvað nutt. Ekkert maður áfram með leikinn, Helgi Már með fallega til stöðkörfu. Þórir Panse. Panse. Fallega gert. Já, Panse er að spila alveg gríðarlega vel núna. Nú er hann kominn í gang, strákurinn. Er hljóðið eitthvað slæmt? Bötti, málið það að þú verður að hækka í voljumtakkanum þess að hlusta. Eða taka eitthvað á reyrunum aður. Skot! Og sóknar frákast, þannig fallega gert hjá Panse, þvílík barátta. Birgibjörn! Kleifat! Fallega gert Birgibjörn! Já! Það er alveg nákvæmlega sama, svona, þetta er rétta attitúti hjá strákunum. Við erum að spila á móti þeim eins og við séum bara 5 körfuboltamenn en ekki einhverjir kóngar. Joss, móti Birgibjörni, fer fram hjá honum og hann mista hann. Auðvitað. Þetta er bara það sem Joss gerir best. Það eftir hann að kannast við það var með hann hérna hjá okkur frábær körfuboltamaður. 54-68, 14 stig. Björgvin Rúnars og Sigmundur Már Herbertsson eru að dæma í leikinu og eru búin að gera það alveg frábærlega. Ég persónulega vildi óska þess að verða að klóna suma dómarana, þá myndi maður kannski hætta að væla. Bojan með skot, Yttriki, Joss tekur frákastið. Kannski aðeins á fljótur okkur núna. Nei, Serjan! Boltinn, alveg hárrétt. Serjan allar upp. Joss. Góður hérna, sló boltan á höndunum á honum út af. Bojan! Afi upp! Afi í frist! Hittir. Þessi drengur er snill. Hann er búinn að vera betur en hann er sko búinn að vera betur en enginn fyrir KR í þessum leik. Hann er búinn að skora alveg ógrynna körfum og spila á það uppi. Hann er alveg frábær. Serkan er þryggjast yfir okkur. Hittur ekki. Bojan er frákastinu. Fer upp. Joss brýtur á honum. Rist og Bojan að rífast frákastið. Þetta er það sem hann vill sjá. Já, Rúnar Birgir hann skákum átrúnum inn í það, alveg rétt hjá þér. Ef við getum klónað leikmenn þá myndi ég gera það, en málið er bara það, ef við myndum klóna leikmenn þá verður þetta svo fáránlega leikir eitthvað. Það er ekki málið sko, þeir myndi alltaf vera að skora sem körfurnar og vita hvað hver ætlaði að gera og svo framvegis. Æja, áfram leikinn, Helgi þryggjast þegar, hittur ekki. Ristur tekur frákastið, Róbert, gefur á Hjalti, skynsamlegt, stoppar, Ristur þryggjast þegar skot, hittir, 58-71, Serjan að spila fína vörn að því, Brynjarvörn er komin inn á Brynjarborn á pointunum, Róbert Varnar, Brynjarvörn, þetta fram með hann hætti við, og það er dæmt. Villa á ég misti af þessu, ég held að það hefði verið dæmt villa á risti á. Ábyggilega reynt að
ábyggilega verið að halda Joss að inn í teiknum eitthvað. Og Joss að lína, skotréttur. Joss að vítalínni, ekki víst að skipta í kvöld. Skorar á fyrra. 72-58, 14 stig. Setna skotið, fer framhjá, Bojan tekur frákastið, Sergjan kemur inn og tekur upp boltan, Afi til varnar, Róbert, Bojan, Hjalti, Sergjan, Róbert, fallega að spila, allir að hreyfa sig, Sergjan í tvist, setur hann honi, sjálfsögðu, 60-72, 12 stiga munur, Káinn komið vil. 3 sekúndur, hárrétt. 3 sekúndur, tjöldu inn í teiknum. Hjalti tekur boltan, Káingarnir pressa, Hjalti tekur boltan inn. Já, KR inn á núna, augnablikinu eru Brynjar Björn, Afi, Jóvan, Joss og Helgi Már. Hjá okkur eru það Sergjan, Bojan, Riste, Róbert og Hjalti. Sergjan gefur á Bojan í gegn, auðvitað, sjálfsögðu. 72-62, 62-72, 10 stiga munur. Bojan að spila vel, Jóvan, Hjalti til varnar, Helgi Már, Ægi og Bojan brýtur á honum. Klaufalegt. Fór undir hann, Helgi Már, þrjú skot. Jæja, búið, það er búið. Arnar Guðmundsson, dómari okkar KF-manna, kemur hér inn á með sópinn og sýnir þvílík tilþrif. Við erum svo hreykinn af þessu dreng, hann er nýbúinn að láta aflita sér hárið. Þetta er svona metrosexual sínusotn okkar Ísfirðinga. Ekki vildi það honi. Helgi Már annars mjög örugg vítaskipta. Nei. Þetta nú er eitthvað að gerast. 2 skot, hvort honi. 3. skotið. Og það fer honi. Maður getur að sagt til Bojan, þetta var ágætt sitt að höfð. Róbert upp. Stingur Jóhann af. Sergjan. Sergjan Riste, fallega gert. Hittur ekki, Bojan tekur frákastið. Heyrðu. Þvílík barátta. Þetta er allt annað KF-fílið. Í fyrri hálfleik, fyrstu 12 mínúturnar, þá var maður komið í tapað fundið. Maður var að lýsa eftir mönnum í KF. Þeir voru hreinlega ekki við, fullt af ljósum, enginn heima og allt það. En það er allt annað að sjá á síðustu 14 mínúturnar. Og sérstaklega í þessum síðustu mínúturnar í fyrri hálfleik og það sem af þessum leikandi eftir hálfleikur, seinni hálfleikur byrjað, þá eru búin að spila glimrandi vel. En það má vist ekki segja neitt svona, þá byrjum við að bulla, við verðum að passa okkur á þessu. Róbert, koma svo strákar. Róbert til völlinn. Róbert er niður 15 sekúndur á skotklukkunni. Stillir upp. Fínt, gefur á Bojan, auðvitað. Á Bojan. Bojan. Brynjar Björn, keyrir á okkur. Og Sergjan stoppar það áður en þetta fyrir á hann.
En hann fer á línuna. 20 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Og þetta er búið að vera allt annað KF-lið sem kom hér úr búningsklefanum. Já, bæti ekki með spurningum af hverju við höfum ekki verið að spila betur í deildinni. Það er nú bara voðalega einfalt mál, bæti minn. Undirbúningstímabilið okkar byrjaði með Íslandsmótinu. Því að við vorum lengi að fá menn inn og lentum svo í meiðslum og menn voru bara einfaldlega ekki í nægilega góðu leikformu. Þetta er alltaf slípað saman núna og ég held að þetta sé bara eiginlega allt að koma. Og horfum mikið betur við. En á meðan ég er að bulla, þá eru KR-ingarnir að ná rönni á okkur. 16 stig, 63-79, þetta var ekki gáfulegt í restina, en koma, Róbert var að reyna að böðlast hann inn í. Ég held að hann hafi ekki vitað alveg nákvæmlega hvað var rétt af líklugunni, ég held að hann hafi miskilað eitthvað, en þetta KF-lið er að spila allt annan leik og ég endurteka aftur, þó ég sé hundleiðileg með það, þá vorum við 27 stigum undir á tímabili, en núna erum við 16, þannig að það er ekki jafn slæmt, en við getum samt gert betur og 10 mínútur eftir þessum leik og ég held að við eigum eftir að spýta í lófana og klára hér með sóma. Já, Stulli segir ástæðan fyrir okkur hefur ekki búið að ganga betur í deildinni síðan við nennum ekki að spila vörn. Nei, Stulli, það er bara ekki rétt, sko. Það er eitt að nenna og annað að vera með úthaldi til þess að nenna, sko. Og úthaldi var bara ekki til staðar. Og þegar að þjálfari eins og Borse fær 4-5 leikmenn í undirbúningstímabil, það er bara alls ekki, það er ekki hægt. Það er mjög ósanngjarnt fyrir þjálfara að lenda í svoleiðis stöðu. Og þetta er búið að vera svona rúmlega síðasta mánuðin sem við höfum allt liðið og þá eftir að sýna sig að þetta eftir bara eftir að batna. Hins vegar er alveg rétt hjá þér að við þurfum að spila betur í vörn, við þurfum að hjálpa betur, við þurfum að spila betur hjálpa vörn, við þurfum að hreyfa okkar lappirnar og það kemur. Jæja, KR-ingarnir byrja hér síðasta leiklutan, Afi, Joss, Afi. Jóhann dræfar og gerir þetta fallega. Ég trúi ekki að við séum orðnir sáttir. Riste, Panse, Birgibjörn móti Joss, Birgibjörn og Sertan í þrist, hittir ekki. Jóhann. KR-ingarnir róa þetta niður. Brynjabjörn. Helgi Már. Falleg sending. Vel bjargað hjá Brynjabjörni. Jóhann bjargaði andlitinu á sér hérna. Setti airból í Brynjabjörn, náði hálfgerðu frákasti sjálfur að klára þetta. 63-83, komst 20 stig aftur. Æjæj. Panse. Brynjabjörn aftur. Æji. Darri kemur inn á fyrir Helga. Afi, mínum mati besti maður á vellinum í dag. Frábær leikstjórnandi, KR. Helgi Már. Brynjabjörn. Já, aðeins og seitt risti minn. Fín hugsun, en aðeins og seitt. Afi.
Helgi Már. Darri, fallega gert. Þannig eru káringarnir að spila. Nú eru þeir að spila alveg eins og þeir gera best. Spila boltanum inn, auðveldakörfur. Serjan. Panse. Æ. Afi í þrist. Þetta hann að vera einum móðlaus. Hitt ekki. Panse uppvöldin. Seko ætlaði því sem hætti við. Hótaði skotinu upp. Panse í þrist. Hittir ekki. Darru. Afi allaveg sjálfur. Og næstu búinn að tapa boltanum. Næra að gefa hann að Helga Már. Helgi í þrist. Þetta kann hann. Já, þetta fljótt að breytast. Eins og vorum að spila vel í þriðja, þá vorum við að spila illa í fjórða og staðan allt í einu 63-88. KR-ingarnir fljótir að refsa okkur fyrir að hætta að láta boltan ganga og hreyfa okkur svo í vörninni með hjálpavörn. Fyrir utan slæmskot. Já, en ég sé þó margt mikið mun jákvæðara í leik okkar manna heldur en ég gerði áður og er bjartsýnn framhaldið. Þetta er allt að koma. Nú er bara spýt í lófana, 7 mínútur rúmar eftir af þessu leik, 25 mínútur á móti frábær liði KR. Sem er stýrt af Afi Voglernoklum. Þeir gera það miklu myndabæðar, frábær leikstjórundi. Seko, Birgibjörn, þetta er ekki, æ. Afi, framhjá Seko, illa, þeir eru allt of seinir, þeir eru að klessa sér upp við leikmenna. Reyna að tróða sér í uniformið þeirra í staðinn fyrir að gefa þeim smá space. Ekki svo mikið að þeir geti skotið en svona þannig að þeir geti andað. Akkúrat ekki svona. 91-63. Já, KR-ingarnir einu númer og stóri fyrir okkur litlu strákana í augnablikinu. Þeir eru að spila rosalega vel. Bojan kominn inn á. Fallegt beit á honum, Óni, fallegt. Góður Bojan minn. Sveinn, ég er í beinni útsendingu. Hvað? Birgir ónæðir. Bojan, Birgibjörn, hittir ekki. Við erum algjörlega búin að stíga út úr þessum leik sem vorum að spila á. Hann láta boltan ganga og gera þetta. Og í stað þess erum við að láta KR-ingarna líta út þrissunum betri heldur en við þurfum að gera með því að leyfa þeim að skora eins og við vilja. Bjarni, þetta er alveg hárétt hjá þér. Ég er bara alltaf að hugsa allt annan mann, ég segi þetta. Auðvitað veit ég að hann heitir Brynjar Þór. Ég var að hugsa pappans. En ég hugsa alltaf Brynjar og pappans sem heitir Björn. Fyrst afsökunar á því. 67-95. Afi. Brynjar Þór og móti Róbert. Fer inn í. Jæja. Bojan hér að spila leikstjórnunda, telur 9 ekki slæmt. Það var fallegt. 79-25. Það
það eru búin að vera nokkuð fallegar þriggjastiga körfurnar hjá báðum liðum í dag. Brynjar Björn og Helgi Már og Afi hjá KR og Panse Bojan, Risti Serjan og Segóvinur okkar hjá okkur. Fín skemmtun, alveg pottitt mál að þú verður ekki borgað mikið fyrir að sjá þessa frábæru KR-inga hér. Og á köflum þessa frábæru strákar sem eru með í KFÍ sem að sjá það núna, þeir geta þetta alveg. Þessi kom eins og þjófur á nóttu, læddist hér ofan í þriggjastiga skot. Jóhann og slæm sending hjá Þóri. Lásamt ekki upp. Þóri! Gefðu upp á hann! Afi í gegnum alla vörðina. Inn í sirkussendingu, gengur ekki. Róbert okkar meginn, þeir upp. Panse í þriggjastiga, yfir ekki. Allt of fljótur á sér þarna. Jóhann. Skarpinn, Afi. Afi og næstu Afi og Afi aftur. Og Afi, og hann gefur boltan á Brynjar, og Brynjar gefur boltan á Bojan, og Bojan allar við, og ásetningsvíti á Skarpinn. Og Benni alveg brjálað. Já, ég ætla ekki að dæma hvort að þetta veri rétt eða rangt út af því einfallega ég alltaf langt frá. En hvað maður að segja að maður komin alla leið í gegn. Hann kemst ekki boltan, alveg klárlega ekki. Og brýtur á hann svona, var þetta rétt? Já. Og Bojan skýtur fyrra skoti onni, seinna skoti lag upp úr og KFÍ á boltan inn. 71-98, 20 sekundur eftir, Þóri tekur boltan inn á miðju. Róbert kemur boltan upp. Róbert. Einum að mikið drift. Hætti þessu drifli. Skarpinn. Sjöfum boltan á Brynjar. Brynjar kemur þér móti Þóri. Góð sending, fallega spilað, akkurat nákvæmlega eins og á að gera þetta. 71-100. Klassi hjá KR. Þeir hrifin af þessu liði. Skemmtilegi leikmenn allir. Panse móti Jóhann. Gefur boltan á Þóri. Hefur stíð út af. Og KR á boltan. Serjan kemur inn á fyrir Segó. Já. Við erum hættir. Við erum stöðulega sattir. Við áttum þarna einhverja 14 mínútur, fínar 14 mínútur. Og það virðist að verið nóg fyrir okkur. Ég ekki sáttur við það. Einfaldlega út af því að ég veit að við getum spilað betur lengur en 14 mínútur. Hjalti inn á, Risti inn á, Róbert út af og Bojan út af.
1:56 eftir leiknum, staðan er 71-102. Falleg hugsun, tókst ekki. Og þetta líka falleg hugsun, tókst ekki líka. Bæði lið svona reyna að taka shortcut og basket eins og það sagt, en tekst ekki. Og hver kemur ekki inn á eldurinn Hermann. Og hann er bara nummer 0. Drengurinn Fríði með ennisbandið og alhoppar hér eins og hind í grasi. Fallega gert. Þórir. Serjan í þrist. Hittir ekki. Serjan spila á Skarphéðinn. Fallega gert hann, stoppa hann. Nei, algjör óþarfi. Þetta var einum að létt. Þarna voru þið bara sofandi, þið þurftu ekki átt að sjá hver átt að vera á honum. Auðveld garðaði þetta, fallegt hjá honum. Já. Káringarnir eru fljótir að refsa. Staðan 71-105. Öruggur sigur. Við fengum að sjá hérna smá svona andagift á 14 mínútur og KFÍ sýndu að þeir gætu þetta. En svo ekki meir. Þarna fer ristið upp og Skarphéðinn brýtur á honum. Allt er að pissa hann Skarphéðinn. En eins og Rúnar Birgir Gíslason segir, ef að dómarinn dæmir þetta þá er þetta rétt. Já, Rúnar Birgir, þú segir nokkuð. Þú ekki segja bara þegar dómarinn dæmir þetta, þá dæmir hann þetta. Það er við vitum að báðir að dómarar eru jafn mannlegir eins og leikmenn og geta gert mistök. En við förum hins vegar eigum að fara eftir því sem að dómarinn dæmir. Það er allt annað hlutur. Skipting. 1 mínútu eftir, Leo kemur inn á. Korsbarnir í KFÍ að koma inn á. (72-107). Já, það er léttið í KFÍ, þeir vissu að þetta er ekkert okkar að partnir. Leo! Og við eigum hann ágætið skot hjá Leo. Hann er í mínu uppáhaldsnúmeri, númer 13. Tindastóll vann Breiðablik 80-84, unnu með 4 stigum. Ég hefði ekkert grenjað ef Blikarnir hefði farið áfram. Fyrstu deildarlið þykir vænt þá. Serjan með villu. 41 eftir. 41 sekúndur eftir leiknum, 72-107. Og kemur Stefán Diego. Þetta líst mér vel á. Þetta er allt 15 ára drengir. Hermann, Leo og Steppi. Segi ég svo þið efasemdamenn að við getum ekki verið með fullið af eintómum Íslendingum hér á Ísafirði. Þið þurfið að éta hattinn ykkar. Þórir, Hjalti, kornungir, 20 ára drengir og síðan með ungviðinn með sér. Leo, Hemma og Stefán Diego. Þetta er bara málið. Fínt Stefán minn, æ. Já, svona við vitað. Svona Þórir upp.
Já, Þórir alla leið, auðvitað. Þórir Guðmund skoraði. Hinum megin með Darri með auðvelda körfu. Þetta er orðið svona svo yfir. Þetta er restina. 18 sekúndur eftir leiknum. 74-112. Já, ég var ekki langt frá því. 9 sekúndur eftir leiknum. Hjalti skot, hittur ekki. Stefán tekur boltan inn undan línni. Þórir, 5 sekúndur. Þórir dræfar, tekur skot. Hittur ekki. Leiknum lokið. 74-112. Frábær leikur, skemmtilegu leikur. KR-ingarnir með alveg klassalið. En við sýndum það hér á kafla í leiknum að við höfum með fullu tréð á. Tróðfullt hús á árundum. Þetta var virkilega gaman. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum þessum ruglukollum sem voru á blokkinu. Rúnar Birgir, hann er hérna, hefur ekki við, Rúnar Birgir er bara, hann er bara að spjalla við sjálfa sig hérna í restina. Rúnar Birgir. Það er Rúnar Birgir bara hérna síðustu 8 skipti. Rúnar minn, ertu einsamall hérna í Danmörku? Já, ok. Rúnar minn, ég þakka þér kærlega fyrir að vera að glápa á okkur hérna á Ísafirði. Við höfum virkilega gaman að snúa síðustu. Sá sem að stjórnaði þessar útsendingu í kvöld var Gautur Ragnar Gaujason, strákurinn minn, 14 ára, ofvaxinn dvergur. Og ég heiti Gauji Þorsteins. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir að vera hér glápa og blogga við okkur. Og Rúnar vill skila því til allra, hann er ekki lonely. Hann bara á ekkert líf. Það er allt annað. Rúnar, Stulli, Einsi, Böddi, Bjarni og allir hinir sem voru á spjallinu, þakka ykkur kærlega fyrir. Munið eftir, við verðum í beinni útsendingu eftir viku. Þangað til, þakka ykkur fyrir og gangið rólega inn í nóttina.